Við erum hérna með Einar Kjartansson, hann ætlar að hlaupa Laufáslaupi eins og allir sem eru að koma hérna, allir hlauparar sem eru að koma hérna. Hvað segir Einar, ertu búinn að undirbúa þig eitthvað sérstaklega fyrir þetta? Já, töluvert. Miklar æfingar núna síðustu 2 ár í rauninni, bæði fyrir þetta og önnur hlaup. Reyna að halda mig í 6 tímum á viku. Svona í æfingum. Já. Þú hefur verið að hlaupa svolítið að þessum löngu utanvegarhlaupum í Svíþjóð þar sem þú býr. Hvernig hlaup hafa þetta verið? Er þetta löng hlaup, lengri Laugavegur til dæmis? Já, ég tók þátt í fyrir 2 árum, þá tók ég þátt í 90 km hlaupi Vasagöngunni, maður hleypur hann á sumrin, afskaplega skemmtilegt hlaup í skóginum. Hlaupið svolítið af 40 km hlaupum í skóginum líka. Núna í vetur þá hljóp ég svona 3 daga hlaup. Það sem voru 25, 44 og 82 kilometrar. Komst því miður ekki síðasta hlaupi, ég var að hætta í miðju hlaupi. Kroppurinn sagði hingað ekki lengra, en hann er í lagi núna. Já. Hvernig líst þér aðstæði núna hérna í Landmannalaugum og það sem framundan er? Þetta er glæsilegt, þetta er stórglæsilegt. Þetta er náttúrulega það er ekki hægt að finna fallegri hlaupastað, eða bara stað til að vera á. Þetta er snilld. Einhverja væntinga, þú ert vantilega búinn að stilla tíman af, hvað stefnur og svona á? Altså, draumurinn er að koma í mark á 5 tímum. Það er svona draumamarkmiðið. Síðan verðum við bara að sjá til hvernig allt þróast. Fínt þakka þér kærlega fyrir. Takk.